Í fyrri bókinni, grænu, þar í kafla 3, þar erum við með útreikning á þryggjafasa afriðun. Á hvaða blaðsíðu er það? Þessar myndir hérna. Sko það sem að við erum með sýnidæmin hérna. Já, 87 og 88. Og við skulum fara aðeins í gegnum þau dæmi og hérna því að við vorum í verkefni 11 að reikna út sem sagt reikna út meðalgildi spennunar sem við myndum fá út. Og svo í sýnidæminu hérna fyrir neðan þá líka farið í að reikna út tilbaka hvaða spennu við þyrftum að hafa inn. Það gerðum við ekki í 11, en við skulum fara í gegnum það líka. Sem sagt að formúlan lítur þá svona út við með 3 sinnum rótina 2 sinnum u deilt með pi eða 3 deilt með pi sinnum rótina 2 sinnum u. Þetta bara eftir hvernig þessu raðið upp. Og síðan ef það beðið það að gera ráð fyrir díóðuspennuföllum að þá það 2 díóður sem að leiða samtímis, þannig að þá segjum við mínus 2 sinnum UD. Svo að hérna þessa formúlu notum við ef við erum að reikna út við með. Ekki veit ég alltaf 1,4? Jú, þá þetta 1,4 volt. Við erum með á því. Já. 1,4 mínus 1,4 volt. Og hérna skulum sjá, við höfum farið áður í það að reikna út með, en til dæmis hérna dæmi þar sem sýnt ef við erum með sem sagt líklega 220 volt. Sjá, en hérna verið að tala bera þetta saman sko, hámarksgildið. Líklega erum við með 400 volt inn, skulum sjá. Ekki verið að tala 400 volt. Það í 321. Sko, nei, það 311, það fasaspennan. UF max. Spurning, það þá nei, það líklega 400 eða 380 volt sko. Já. Þannig að það verið að bera hérna saman þetta tvennt hérna, hámarksgildið sinnum rótina 3 og á fasaspennu og útreikning á þessum hérna og notum þá þessa markvöldun inn í þetta. Það verið að flækja þetta svolítið. En við notum yfirleitt sko, ef við til dæmis með þetta dæmi hérna 380 volt inn. Við vorum með dæmi 22 áður. Við getum bara skoðað þá útfærslu. Já, prófinu verið frestað 1 viku. Það tekin á næsta föstudag. Ok, þannig að þegar við fáum að vita spennuna inn, sem sagt milli L1 og L2, það sem að fer inn á brúna, að þá notum við þá spennu hérna beint. Ef að það hins vegar gefin til dæmis bara fasaspenna í stjörnutengingu hérna, þá þyrftum við að margfalda náttúrulega með rótina 3 til þess að fá heildarspennu milli L1 og L2. En hérna spennan hérna gefin upp milli L1 og L2 og það aðalspennan og þá notum við hana hérna sem virka gildi riðspennunar inn á díóðubrúna til þess að reikna út spennuna út af brúni og þá það sem sagt eins og ég sagði á 3 sinnum rótina 2 og sinnum 380 og deilt með pi og svo mínus þessi 2 sinnum 0,7 eða mínus
1,4 volt. Af hverju er ég deilt í tvo? Við erum með sem sagt þriggja-fasa afröðun, það er ekki búið að breyta henni. Við eigum hins vegar eftir að skoða seinna á önninni öðruvísi afröðun með svona þriggja-fasa. Hún er kölluð sem sagt ófullkomin þriggja-fasa afröðun. Það er til þess að búa til 0 í henni. En það skoðuð þegar við förum að skoða spennustýringu. Og en hins vegar er þetta, við vorum að deila með tveimur, til dæmis ef við vorum með hérna bara sem sagt eina eða eitt týristor í rásinni hérna undir, en það gerum við ekki hérna. Ok, sem sagt, en hérna ef við fáum uppgefið meðalgildi spennunar, eða við ætlum að vera með einhver ákveðna spennu hérna, það gefið í dæminu, það með er eitthvað ákveðið volt, eins og kemur fram hérna í sýnidæminu í bókinni. Hvaða spenna er það? Það er þegar að vera að tala um hérna hleðslubúnað hérna 26 volt. Þá þurfum við að snúa þessari formúlu hérna og þannig að við erum að einangra fyrir hvað á spennan inn á rásina að vera, skiljiði. Og þá hérna þurfum við að hafa pi hérna upp á striki og deila það með 3 sinnum rótina 2 og sinnum svíinn meðalgildi spennan og síðan pluss 2 sinnum 0,7 volt. Ok? Þetta er að þegar við förum í hin áttina, reiknum okkur tilbaka og þá setjum við inn meðalgildi sem á að hérna vera yfir til þess að hlaða rafgeyminn 26 volt og setjum formúluna þá og sem sagt upp fyrst svona og setjum inn í hana. Þið þurfið að kunna að snúa þessari formúlu því að hún er ekki svona á formúlublaðinu. Ok? Ef að þið myndi lenda í svona. Þetta er ekki fyrir fyrsta prófið, þannig? Jú. Þetta er akkurat efni fyrir fyrsta próf. Þriggja-fasa afröðun í sambandi við verkefni 11. Já. Þá er það pi deilt með 3 sem sagt og deilt með rótina af 2 sem sagt hérna undir strikinu. Og sinnum svíinn 26 pluss 1,4 og þarna myndum við vera með 20,3 volt útreiknuð inn á afreiðisrásina sem aðalspennu. Ok. Já, það er vegna þess að í raunveruleikanum eru spennarnir sem við notum til þess að tengja upp, þeir eru með bæði hérna eftirvafið sem við vorum að tengja í stjörnupunktinn og forvafið er líka stjörnutengt og undir neðst á spenninum þarna við járnið undir stöðinni, þar sjáum við stjörnutenginguna lóða það saman og að setja ádrag og ganga frá því allir saman. Þannig að það er líka stjörnutengt. Það er á staðan. Þetta er bara dæmi í bókinni og kannski svolítið óheppilegt að hafa það þriggja-fasa hérna delta tengt, þríðningstengt, en það er bara kannski vegna þess að við getum lent í því að vera með þríðningstengda spenna og það er bara fleiri möguleikar í stöðinni. En hérna formúlan hérna með Já. Það fer eftir einhvern veginn sem er halva eða heilbylgju. Já, þetta sem er það samt alltaf stáðspurningin eða það er ekki sagt einn. sko, hérna þegar við erum með hérna þriggja-fasa, þá er það einfalt. Þá erum við alltaf með þessa formúlu hérna, sko. Það er bara spurning hvort það er
gert ráð fyrir spennufalli í díóðum eða ekki, þá hérna er þetta tekið með. Ég skal bara athuga með skoða þetta með ykkur á formúlublaðinu. Þannig að sko það gildir í rauninni allt annað þegar við erum með sem sagt eina díóðu eða stýrða afriðun með einum týrstór eins og hérna. Sko þá erum við að deila með tveimur. Þetta hérna er ekki sko efnið fyrir prófið. Þetta að vera með þessa formúlu hér, það sem við vorum að gera síðast. Sko þennan hluta vorum við náttúrulega með til þess að reikna út gáruspennu. Þá þurfum við náttúrulega að gera vegna þess að við vorum með í verkefni 11 gáruspennuna. Við þurfum að reikna hana út og lægsti punkturinn á henni mátti ekki fara sem sagt nema 2 voltum yfir útgangsspennunni. Þess að það er það sem við þurftum að passa okkur á, og ég ætla að fara í sýndæmi með okkur í samvættu það. En sko þegar við erum með bara eina díóðu, að þá lítur þetta út svona. Ekki rugla þessu saman við þryggjafasa formúluna. Því að já, það er vegna þess að sko sem 0,45 vegna þess að við erum með sinnum 0,9 deilt með 2 af því að sem sagt meðalgildi úr hálfu riði í riðspennu, sem sagt hálfu riði, sko sýnuslögu riði hálfbylgjunni er 90% af virkagildinu af þessu U. Það er svona sko, og ef við værum með sem sagt 4 díóður heilbylgjuafröðun, þá værum við ekki með 0,45 heldur 0,9 hérna þessari tölu. Við deilum með 2 vegna þess og fáum 0,45 vegna þess að við erum bara með eina díóðu og við fáum bara annað hvert skipti. Já. En þetta er bara til þess að setja þetta upp á annan hátt, og þau eru bara að fara aðeins í gegnum þetta, ekki láta þetta rugla ykkur. Þetta er nákvæmlega eins og við höfum verið að gera í rafdækni 100, en þetta er bara sett aðeins á annan hátt upp. Ok, en hér á þessu formúlublaði hefur bara ekki verið hugsað fyrir því að snúa þessari formúlu hérna með þannig að væri hægt að reikna á döð, þannig að þið verið að geta gert það sjálf, skiljið, ef að þið lendi í svona dæmi. Ok. Ég held að þetta svari spurningunni varðandi af hverju ég er ekki deilt með 2 hérna, vegna þess að við erum með heilbylgjuafröðun hérna og við deilum bara með 2 hérna í þessum hluta hér, ef að við erum bara með 1 hérna týrstór, já, þá deilum við með 2 hérna og þá er pi stendur hérna undir ef við erum með þetta svona heilbylgjuafröðun. Ok, þetta er heilbylgjuafröðun hérna, hún er bara stýrð. Já, þetta er stýrð heilbylgjuafröðun. Þessi hérna fyrir ofan, þetta er stýrð hálfbylgjuafröðun. Stýrð hálfbylgjuafröðun. Já. Og hitt er heilbylgju. Já, þetta hérna fyrir ofan er óstýrt, þetta er bara bein heilbylgjuafröðun. Og þá er gáruspennan reiknuð út með stöðlunum 6. Við munum eftir því. Það er niður í vinstra megin og hægra megin. Já, vinstra megin og hægra megin. Munurinn á því er að, sem er ekki fyrir næsta próf, það er sá að við erum með hálfstýrða heilbylgjuafröðun hérna, vinstra megin, og þá erum við að stýra niður í 0 frá fullri spennu niður í 0 eftir í hvað gildi fáminn, en hérna erum við með 0 í miðjunni og getum við með ákveðna hámarksspennu og í neikvæða spennu líka út, og það nýtum við til þess að taka hemlunarafl frá álaginu. Þetta er ekki hálfstýrð, þetta er stýrð? Þetta er heilstýrð, hægri megin. Það var stjórnaði báðar áttir? Já. Það er ekki hægt að framleiða tilbaka inn á netið. Hemlunarafl. Hálfstýrð heilbylgjuafröðun og stýrð heilbylgjuafröðun. Þessu næsta próf. Já. Heilstýrð heilbylgjuafröðun. Já. Ok.
En þá það, nú erum við búin að afgreiða eiginlega 3 fasa útreikningin fram og tilbaka, nema við erum bara eftir að rifja upp aðferðina við að skoða hvaða díóður eru leiðandi hverju sinni. Þegar að við erum að skoða eitthvað ákveðið tímabil. Þessi tímabil hérna eru náttúrulega ekki alveg samkvæmt hérna, þessi mynd er rétt, en efri myndi var ekki rétt, sem það er sannlega búið að leiða þetta í bókinni hjá ykkur eða hvað, þessa mynd 3.53. En ef við rennum bara aðeins yfir það hvaða díóður er leiðandi hérna frá T1 til T3, að þá á bilinu T1 til T2 þá er sko L1 fasinn hérna, hann er leiðandi þá er D1 leiðandi, ætla ég að segja, af því að L1 hann er með jákvæðustu spennuna hérna inn á. D1 er leiðandi og þá erum við að skoða sko, hver er að draga tilbaka, hver er með mesta mínusinn. Jú, það er hérna fyrst er L2, hann er hérna niðri, rekjum okkur hérna niður, það er L2 og það er hérna, og þá hlýtur það fyrst að vera díóðan D5, þá dregur D5 ströyminn hérna tilbaka. Hvernig veist það þetta D5? Jú, vegna þess að L2 er með neikvæðastu spennuna hérna. Já. Ok, þetta ástand gildir að hérna T2, þá skipta þær einhvers staðar hérna, þá tekur hún meira þátt í þessu hérna næst þegar að L3 fasin verður neikvæðari, L3 tengist inn á D6, þannig að þá er D1 ennþá að leiða á móti D6. Hérna eru þá hérna D1 á móti D5 annars vegar, frá T1 til T2 og frá D1 og D6 frá T2 til T3. Og síðan ef við höldum hérna áfram, þá myndi hvaða díóð að taka við með jákvæðari spennu hérna, það er L2, þá er það D2, akkurat. D2 færi þá að leiða hérna og þá myndi hérna D6 vera áframleiðandi hérna, vegna þess að hún er ennþá með neikvæðastu spennuna hérna í L3. Einhvers þar í bókinu kom fram að það sem gerist fyrir mér að núli, eða það bara er ekkert að það er ekki að spáið í, eða ekki svona. Af hverju er það? Ertu að meina hérna þegar við erum með Þetta var framalega í bókinu. já, þegar var sem sagt hálfbylgjuáhrifin eða heilbylgjuáhrifin, það er þegar díóðarnir lokuðu, sko, ertu að meina það? Og í þessu hérna þá lítur spennan út svona. Það var ekki í sambandi við þetta hérna. Nei, þú ert ekki að spyrja það. Ef það kom ekki fyrir neðan. Sko, ef að díóðarnar verða bakspenntar þá loka þær, skilur við. Það er lokast díóðarnar þegar að spennan verður öfug yfir þær. Þess vegna þarf alltaf að vera sem sagt annarkot, sko, eins og þessi mynd hérna sýnir, þegar við höfum að skoða allra fyrsta tímabilið, þá fór straumurinn gegnum D1, gegnum álagið, og D5 var forspennt vegna þess að hér var lægsti mínusinn í rásinni á því augnablikki, skilur við. En hérna það gerist, spennan fellur aldrei hérna niður í 0 vegna þess að hérna eru 3 fasar að taka þátt, sérðu. Hérna fellur spennan aldrei niður í 0. Það eru bara 6 gárur fyrir hverja 360 gráður. Ok, klárum aðeins að skoða þetta tímabil hérna frá hérna T3 og hérna næsta tímabil með L2, að þá er hérna D2 að leiða og D6 er áfram að leiða hérna og síðan skiptist það yfir á hvaða díóðu? Já, D4 vegna þess að L1 verður með mesta mínusinn þarna, að þá fer það hérna gegnum D4. Þá er það D2
á móti D4. Ok, og nú veit ég ekkert hvort það hægt að skrifa inn á þetta núna. Jú, það er reynda hægt. Þannig að þá vorum við komin hingað, já, hingað. Þetta var D4 og D4 er áfram að leiða þegar við erum að fá hérna næst L3 jákvæðan og þá opnar D3 og leiðir gegnum D4 og síðan skiptist það svona. Það er hérna og síðan skiptist það hérna og hver tekur þá við? Og við erum komin hingað sem sagt. Já, þá tekur við D5. Þá tekur D5 við og leiðir strauminn hérna. Og af því að L2, sjáðu L2, hann verður neikvæður hérna, svona. Og síðan verður skipting aftur yfir í D1. Hérna. Af því hérna kemur aftur L1 inn. Sem með jákvæðaspennu. Þannig gerist þetta koll á kolli. Er ekki búin að ná þessu? Bara aðeins að... Já. Það er mjög gott. Ok. Þá segjum við hérna, þetta vera klárt. Þið skoðu þetta, það er allavega einhverjir búin að ná þessu og getið hjálpa hvert öðru með þetta. Og þá er eitt atriði sem ég þarf að fara með ykkur í að hérna erum við með spennu regli svipað eins og við vorum með í verkefni 11 og það var reyndar líka 12 volt sem við vorum í verkefninu. Ok, við segjum að álagið það taki 500 milliampere og spennan út á þá að vera 12 volt. Þannig að við skrifum hérna niður upplýsingar þetta og síðan kemur hérna í textanum upplýsingar að lægsta gildi spennunnar inn á spennustillin þarf að vera 2 voltum hærri heldur en spennan út á honum. Það þýðir það að við þurfum að hafa minnst kosti 14 volt hérna lægsta punktin á gáruspennunni. Þetta er sammála af því að það er 12 volt út pluss 2 volt lægsti punkturinn á gáruspennunni er 14 volt. Ok, og þá er svo sem hægt að útbúa hérna ákveðna formúlu sko. Hérna kemur gáruspennan náttúrulega, við þurfum að athuga hvað hún er mikil af því að það er hægt að reikna hann út frá sem sagt álagsstraumur sem er 500 milliampere og stærð þéttisins sem er 1000 mikrofarad. Þið munið eftir ætlum við séum ekki ennþá með. Við erum með gáspennuna hérna 6 sinnum straumurinn í milliampere muniði og stelt með stærð þéttisins í mikrofaradum. Þið hafið þessa formúlu hérna fyrir það. Þetta formúlublað kemur á prófum. En við höfum ekki komið okkar eigin formúlu sem er með hlutri skipmáður? Nei, þetta er hluta af lokamati. Þannig að það sem þið eru búin að skrifa inn á formúlublaðið ykkar, það munið þegar þið komið í prófið. Getið skrifað niður athugasemdir, þau eru komin í prófið. Ef þið eru hrættir að gleyma einhverju. En hérna er þá það reiknað út, sem sagt gáruspennan. Það er það 6 stöðullinn, sinnum straumurinn, álagsstraumurinn 500 milliampere, deilt með 1000 mikrofarad, stærð þéttisins í mikrofaradum. Og við sjáum það á þessu er að við erum með 3 volta gáruspennu. Hún verður að dansa þarna ofan á þessum 14 voltum. Sko sjáum við hérna ofan á. Lægsti punkturinn hérna, þessi bláa lína hérna sjáum við, að þetta verður að vera 2 voltum hærri heldur en þessi bláa lína. Svo það er aðeins byrjað að koma brot í þetta hérna. Sjáum við það. Þannig að við erum alveg á nippinu. Þannig að þess vegna þarf gáruspennan, lægsti punkturinn á gáruspennunni, hann má ekki fara niður fyrir þetta bil.
Þetta eru 2 volt. Hérna á milli. Hérna á milli þessari línu, neðstu punktinum á gáruspennunni og niður á beinu línuna út sem spennan út á spennustillinu. Ok, það er það alveg klárt. Þá skulum við líta á formúluna. Sko, gáruspennan var hérna 3 volt, hérðan frá og hingað eru 3 volt. Þetta er frá lágmarki upp í hámark. Á ensku kallað peak to peak. Og þá segjum við þetta, út er 12 volt. Síðan spennan milli inngangs og útgangs á hérna á spennustillinum er 2 volt. Við erum að leggja þau við. Og svo pluss öll gáruspennan. Við erum að rekna okkur upp í max, skiljiði. Pluss öll gáruspennan og pluss 2 díóðspennuföll. Það er svona, sko, ég kalla þetta mismunni á spennunni inn og út. Hérna spennuna yfir spennustillin. Og pluss aukára pluss 2 við D. Þá sjáum við þetta eru 12 volt út, pluss þessi 2 volt yfir spennustillin, pluss 3 volt gáruspenna og pluss 1,4 volt 2 díóðspennuföll. Og þá eru komin með max. Hérna toppurinn er 18,4 volt. Alveg hérna upp í toppinum. Þá erum við búin að reikna okkur upp í 18,4 volt. Síðan, að því að við spurt hvað þarf spennan inn að vera, hérna, virkagildi riðspennunar inn að vera, þá þurfum við að nota formúluna, þess að 18,4, deilt með rótina 2. Ekki satt? Maður alltaf enda á því. Þegar við erum búin að reikna okkur upp í max, búin að fá toppinn, þá getum við deilt með rótina 2 til þess að fá virkagildi riðspennunar. Og það er þá 13 volt í þessu dæmi. Það getur vel verið að ég lendi í einhverju svona dæmi. Þegar þetta voruð við að skoða í verkefni 11. Ok? Einhverjar spurningar? Já. Já. Kemur þetta 13 volt út úr spennustillinu? Nei. 12 volt út frá spennureglinum, sko þessum hérna, að koma 12 volt hérna út, að reyndar er þessi hérna 15 volt, en það ætti að koma 12 volt hérna út og það verða að vera 13 volt hérna inn frá, sem sagt, riðspennugjáfan. Hérna voru 17 volt til þess að ná þessu almennilega í multisim. Þá þurfti ég að setja hérna 17 volt og hérna var ég reyndar með bara senerdíóðu til þess að ná 12 voltum hérna. Því að ég átti erfileikum með 12 volta reglin, spennureglin í multisim á sínum tíma. Það getur verið að þann sé, við getum hérna prófað að setja henni í ganga, það kannski tekur því ekki, en þetta er aðalmálið. Þannig að 13 volt er virkagildi U frá riðspennugjáfanum til þess að við getum fengið alveg hreina 12 volta spennu hérna út af þessu spennustilli. U inn 13 volt, U með, nei ekki U með, heldur U álag. Það er svolítið munur á U með og U álag. Hérna erum við ekkert að reikna út U með. Passa ykkur á því. Okkur kemur ekki nokkuð skapaðan hlut hvað U með spennan er. Við verum ekkert að nota það hugtak í þessu útrekningu vegna þess að við erum komin með spennustill. Við erum ekkert að fá meðalgildi afreiðraðrar riðspennu yfir álagið. Það er ástæðan. Við erum bara að spá í hvað er neðsta gildið á gáruspennunni til þess að koma ekki brot í spennuna út. Því það verður að vera 2 voltum hærri heldur en spennustillinni gefur út, svo að við fáum ekki brot í línuna. Það er oftast sem ég sé að menn er að gera villið í svona dæmum með því að vera að reikna út U með. Við notum ekki. Nei, við erum ekki að spá í það. Við erum ekki að spá í U með.
Við getum kannski ekki alveg sagt það ef við förum í hérna sko skilgreiningarnar alveg frá grunni þá erum við með alls konar hérna hlutföll á milli sko sem sagt við erum með meðalgildi sko virkagildið sem sagt ertu að meina hérna úr varðandi þetta hérna já sko þú deilir með rótinni af tveimur þetta er talugildi 1,4 já, akkurat já. Þannig að það er alveg hægt að segja það sko en þannig að það bara endar með þessu og þá fáið rétt út úr sig ef við deilum með rótina 3 því að annars vantar kannski einhverja aukastafi skilur við já það er allir læg það er alveg rétt hjá þér þannig að þetta er hérna aðferðin við að reikna svona dæmi ok, þau erum konum með það hvað gerum við meira jú, það er aðeins að rifja upp hérna týrstóri verkefni 13 drifum í því ok, prófið er líka úr verkefni 13 týristóri og það sem við þurfum að vita í sambandi við hann er það að hann tekur sjálfheldu þegar að við fáum stýripúls inn á stýriskautið gate og annars sem við þurfum að vita hann að hann hefur ákveðin haldstraum og hvernig förum við að því að finna út haldstraumin hvernig förum við að því Hvað þið gera það? að finna út haldstraumin Nú ég er 2 í blokk jú, við byrjuðum á því að sem sagt tengja þetta þannig upp að við værum með viðnám í rásinni að týristórnum til þess að geta lækka straumin niður, eða ekki? Já. Og þetta hugtak haldstraumur er sá straumur sem að við sjáum lægst áður en að týristórin hættir að leiða. Er það ekki sagt? Okay. Þannig að þá aukum við hérna, viðnámið í R2 alltaf meir og meir og meir. Já, sko, við klárum þetta fyrst að þegar við erum að prófa þetta þá tengjum við bara 1 kílóum viðnámi hérna bara beint inn á S1 þannig að hann fær bara eðlilegan geitströym til þess að opna fyrst og þá erum við með R2 í lágmarki svo aukum við alltaf viðnámið í R2 þar til að hann allt í hennu hættir að leiða og það síðasta gildi sem við sáum á mælunum það er haldstraumurinn ok, það er afgreitt haldstraumurinn er skilgreindur þannig hins vegar þegar við byrjuðum á æfingunni þá vorum við að athuga hvenær hann myndi byrja að leiða og þá vorum við að taka þessar mælingar sem sagt U-gate og I-gate til þess að bera saman við sem væri gefið upp í upplýsingavætlingi katalóg og þá tengdum við R1 inn á hér og já, vorum við þetta í hámarki fyrst og síðan minkum við alltaf viðnámið til þess að átta okkur á því við upp í hvaða spennu við þurftum að fara og upp í hvaða straum að við þurftum að fara til þess að opna það var hinn hlutin að finna gate strauminn og gate spennuna síðan var þetta bara æfing í að reikna út þessa mótstöðu til þess að halda okkur ferskum í þannig spennudeilingar úttekningum það tilheyrir en ekki fræðunum kannski endilega í kringum týristórin sjálfur sér en svo bara rifjum við aðeins upp hvernig sjálfhettan inn í týristóttum er að þegar við fáum stýripúlsinn og gate inn á stýriskautið
þá opnast fyrir T2 milli base og emitter, hann byrjar að leiða, dregur straum milli kollektor og emitter og við það þá opnar hann T1 milli emitter og base vegna þess að hann er BNB transistor og sú opnar milli emitter og kollektor, þannig að straumurinn frá T1 aðalstraumurinn heldur T2 í leiðinni því að við fáum straum frá honum inn á beisinn. Þá er það bara orðið sjálfhald bara. Þá er það orðið sjálfhald. Þá heldur T2 T1 í gangi sem að T1 sem að heldur þá líka T2 í gangi. Já, svo er það þessar 3 aðferðir sem við skoðum hvernig er hægt að rjúfa þetta sjálfhald. Og eina aðferðin var að rjúfa, ég ætla kannski að reyna að teikna þið hérna inn á þessa mynd hérna, að það var að setja rofa hérna inn í þessa rás, svona, rjúfa bara straumi hérna inn á, með svona rofa, þetta er ekki fallegur rofi hjá mér, og þá rofnar sem sagt straumurinn hér, alveg, og hann slitnar hérna í sundur, svona. Og við það náttúrulega fer straumurinn niður fyrir haldstraumurinn og hann rýmur. En gallið með þetta er það að við þurfum að hafa öfluga jafnstraumsrofa. Já, þetta er vandamál sérstaklega í jafnstraum. Af hverju er þetta ekki vandamál í riðstraum? Jú, vegna þess að riðstraumurinn hann fer reglulega niður í 0 volt. Já, það er svona lokast yfirleitt fyrir hann. Þar sé að ef við erum með venjulegt raunálag í gangi. Þetta getur verið vandamál ef við erum með spanálag. Við skoðum það seinna. Og næsta aðferð, þetta er þess að rjúfa strauminn. Næsta aðferð er að tengja rofa. Ég ætla að athuga hvort hann verður ekki aðeins fallegri hjá með þessi rofi hérna. Hann verður svona. Hann tengir svona. Þetta er aðferð númer 2. Hvað erum við að gera þarna? Við erum að skamhleypa yfir hann þannig að allur straumurinn fari hérna fram hjá honum og það verði bara 0 volta spenna yfir þessa rás hérna frá hingað, bara skamhleypt, þannig að þess vegna fer líka haldstraumurinn niður fyrir markið, ekki satt? Það er það sem gerist við þessu. Og það er sama vandamálið hérna, að þegar við tökum þetta síðan aftur á sambandið, þá er þetta orðið óvirt og þá þegar við rjúum hérna, þá verður alveg gríðarlega mikið hérna ljósbúamyndum, bara alveg svakalega ljósbúamyndum í jafnstraumi. Þannig að þetta er vandamál. Við þurfum að öfluga jafnstraumsrofa í þessu tilfelli. Þriðja aðferðin er, hún er best, að hún er að tengja þétti hérna á milli og yfir á annan týristor sem er kallað slökkvitýristor. Og þá erum við með þetta svona og við erum bara með annað geit hérna sem að opna fyrir og við erum alltaf með álagi hérna og upp í pluss og við erum með annað álagi hérna upp í pluss. Þannig að ef að við opnum fyrir þennan hérna, hann fer í leiðinni fyrir leiða, þá verður spennan á þessum þétti svona plussin, nei, þetta verður ekki pluss hérna megin, þetta verður mínus af því að við erum að tengja með aðaltilstóttum hérna þennan punkt á þéttinum niður í mínus og plussin verður hérna á þéttinum vegna þess að hann er að hlaðast hérna frá þessum pluss hér, skiljið, hann er að hlaðast hérna upp og verður með jákvæða spennu hér. Til þess að slökkva á honum þá þurfum við að fá púls hérna inn á slökkvitýristorinn hérna, púls hér og við það þá tengjum við þennan plús hérna í gegnum slökkvitýristorinn inn á katóðuna, þá fáum við öfuga pólu hérna yfir hann, plús og mínus. Þá er þéttirinn tengdur hérna yfir með plúspólun hér og það snarlega lokar aðaltýrstofn. Ok, hann dettur úr sambandi. Skýrt.
hvernig slökkum við svo á honum? En hvernig stýrir hún? Stýrir honum? Það er bara alveg eins, það getur verið bara svona rofi, það er viðnám frá pluss gegnum rofa. Ágætt spurning. PNP transistorinn, það er nóg að draga út úr emitter til að ræsa. Þessi hérna, já, það þarf að draga strauminn hérna niður. Þeir virka þannig bara Já, nokkulega. Það þarf að vera 0,7 volta spennumunur milli emitter og base hérna, já. Veist, það þarf að fá spennumun hérna milli, þá opna þeir hérna niður. Til þess að opna PNP. Alveg rétt. Þannig að þeir eru notað þessi sjálfhald. Já, svona inn í þessum hérna týrstor. Já, við erum að nota svona PNP transistora mjög mikið við að tengja frá pluss og inn á eitthvað álag. Við notum þetta í rafdækni 300 alveg gríðarlega mikið í vélgrensukerfinu til dæmis. Tengjum við beisinn gegnum viðnám inn á útganga á AC-rás niður í mínus, þá opnuðu fyrir straum gegnum það. Þetta er málið. Þetta er efni fyrir prófið. Í verkefninu þá voru þið að prófa haldstrauminn, mæla haldstrauminn, já, sem ég fór yfir á það. Og svo voru að slökkva á honum með þessum ráð. Þetta var fyrsta aðferðin. Og aðferð 2 var að skamhleypa yfir hann. Og aðferð 3 var að nota þétti og slökkvitýristor. Og þið getið alveg sagt hvað gerist ef að til dæmis, já, byrjum við, ef að þetta er í gangi, svona, ef að til dæmis slökkvitýristorinn, já, eða bara eins og var þarna áður. Ég fór yfir það þegar að aðaltýristorinn var settur inn fyrst, að þá fengum við mínus og pluss hérna og við slökktum með slökkvitýristornum. Með því að setja síðan plussin, við tengdum hérna, fengum plussin hérna inn á aðaltýristorinn og hann hætti að leiða. Ok, og ef að þetta er í gangi, þá hleðst þéttirinn aftur upp í hin áttina vegna þess að þessi endi tengist niður í mínus og hérna verður þá í staðinn pluss. Aðaltýristorinn leiðir ekki, en slökkvitýristorinn er í leiðinni. Og hvað gerir svo ef við ræsum síðan aftur með S1? Tengir, hérna, það kemur púls hérna inn á gateið, hann opnar og tengir plussin á þéttinum inn á katóðuna hérna á slökkvitýristornum, svo að hann verður öfugt pólaður hérna og hann lokar snögglega. Og þéttirinn aðfleðst og hleðst upp í hin áttina aftur. Þannig að svona það gengur þetta koll af kolli. Þeir slökkva á hvorum öðrum. Skrýðingunni plúsing þegar það fara inn á mínuslögnum. Já, eitt augnablik, já. Vegna þess að það er bara svo mikil hleðsla á þéttinum sem að skýst hérna inn á katóðuna. Þá umpólast af því að mínusinn er bara hérna á, það er bara mínus og pluss, það er bara umpólun á týrstofnum. Þá fer bara haldstraumurinn snöggt niður fyrir markið. Það er málið. Ok, þá segjum við þetta búið og hérna tökum bara smá pásu og förum svo í hérna skoðum kennsluáætlunina að sjá hvað við stödd.